hvernig hefur starfið farið í þig? Bara, þetta gengið mjög vel, ég mjög ánægður með allt hvernig til hefur tekist, hvernig starfsfólk, nemendur og síðan skólaþjónustan og svona hefur tekið á móti mér. Bara einhvern veginn, ég vona það, allavega mín tilfinning að við höfum náð saman. Þú hefur töluverða reynslu og varst skólastjóri í Neskaupstað lengst framan af það. Já, ég rauninni búinn að vera í stjórnun í rúm 20 ár, deildarstjóri, aðstoðarskólastjóri, skólastjóri, lengst af sem aðstoðarskólastjóri en svona undanfarin ár verið skólastjóri í Nesskóla í Neskaupstað. Aðeins minni skóli en hér, 220-30 nemendur sem svona kannski eins og yngstasti hérna hjá okkur. Hvað þú kemur inn á COVID-tímum, margt spennandi samt í gangin í viðbyggingu og hópskóla að komast í gagnið. Hvað myndirðu segja að hafi verið svona kannski mest krefjandi? Já, við erum alveg ótrúlega heppin þegar kemur á COVID og ég rauninni Grundavíkurskóli sennilega bara frá upphafi og sama má kannski segja fyrra starf mitt. Ég var mjög heppin í að enginn hvorki nemandi né starfsmaður veiktist af COVID og í vetur höfum við aðeins einu sinni þurft að grípa til sóttkvíar hjá nemendum, örfáum nemendum í rauninni í einu margangi. Þannig að við höfum verið mjög heppin með það. Nýbyggingin gengur mjög vel og svolítið spennandi að fylgjast með hvað að gerast. Hún bara stutt í að vera tilbúin svona og hægt að fara að nota hluta af henni bara strax vonandi í janúar, febrúar að einhverju leyti. Þannig að stærsta áskorun hefur í rauninni verið kannski starfsfólkið að kynnast. Þetta eru 100 mann sem að vinna hérna og 550 nemendur pluss. Það svona, nöfnin að síast inn. Hvernig hefur þið verið tekið? Mjög vel, mjög vel. Eins og ég segi, nemendur, starfsfólk alveg bara ótrúlega flottur mannauður hérna í Grindavík í þessu og eitthvað sem við getum allir verið stolt af og þið. Hvað myndirðu segja, þú ert búin að vera lengi í stjórnun og viðloðandi skólastarfi í 2 áratugi. Hvað myndirðu segja að hefði breyst svona mest á þessum tíma? Jó, kennsluhættir hafa breyst alveg ég náttúrulega að byrja að kenna þegar var kannski 1 tölva á kennarastofu og svona ljósmyndirnar voru að koma til söguna þegar ég byrjaði að kenna Þannig að það margt breyst gífurlega mikið. Tæknin alveg og ég hef ég er tæknisinnaður og vil að við tileinkum okkur tækni sem mest og það kannski eitthvað sem að ég sé að allavega ekki á sama stað og ég var, þannig að það er kannski eitthvað sem við getum gert smá átak í en ég fengi góð viðbrögð bæði frá fræðslunefnd og skilning og ég sé að kennararnir þeir hafa áhuga. Talandi aðeins tæknina, nú erum við að tala annars vegar tækni í kennslu og síðan bara tækni yfir höfuð. Krakkar mikið að nota síma og iPada og annað og reglur hafa aðeins breyst í skólanum. Hver þín skoðun á notkun farsíma og iPada svona persónulega í skólanum í eigu barnanna? Ég kemur skóla þar sem voru reglur í kringum snjalltæki. Nemendur kom ekki með snjalltæki með sér í skólan. Við sköffuðum snjalltækin, skólinn og það nokkurn veginn þannig hér í Grindavík. Það mjög lík regla en ekki alveg svo sama og ég held að við höfum auðvitað að kenna börnunum að umgangast þessi tæki. Gerum það kannski ekki beint með boðum og bönnum en við þurfum að meðan skólinn getur í rauninni skaffað aðgengi að þessu þá getum við bara sinnt því sem best sjálf. Nemendur, ég alveg sammála því að við þurfum að passa að nemendur missi ekki tengslin sín á milli eða við aðra og tíminn má ekki vera of mikill á bak við skjáinn. Þessi samfélagsmiðlar taka ótrúlegan tíma sérstaklega hjá þeim sem farnir að nota slíka miðla. Já og þetta alltaf að færast neðar og neðar í aldri og
það ekki nema kannski, það innan við 10 ár þá var enginn kannski í 7. bekk með, en nú eru í rauninni nemendur bara, allir nemendur komnir með annarkvort úr sem hægt að hringja úr eða einhver tæki til að geta haft samband heim eða við einhvern sko. Og þessu fylgir alltaf mikil ábyrgð og það bara mjög mikilvægt að bæði við og foreldrar og allir séu vel vakandi yfir því hvað möguleika þessi tæki hafa og fylgjumst með hvað börnin okkar að gera í símum. Við höfum lent í því hér í grunnskólanum hjá okkur að nemendur að fá svona lenda í vandræðum. Ekki kannski út frá því sem þau gerðu heldur svona, já, það eru bara fólk að núti sem við þurfum að passa okkur á. Aðeins að nýbyggingunni aftur, þið eru að fara að taka hluta af henni í notkun. Hvernig verður, við höfum svolítið verið að fá spurningar, er 4. bekkur að koma aftur, hvernig verður þessu háttað? Getur aðeins farið yfir ef þið eru að fara að taka hana í notkun að hluta til? Hvaða hlutar það eru? Já, þetta eru þannig eru 4 kennslustofur fyrir bekki, bekkjakennslustofur og svo eru 4 list- og verkefnastofur sem við tökum í gagnið. 4. bekkur sem nú þegar kominn í Ásabraut, hann kemur ekki til með að koma hingað, þannig að þetta vex bara með þeim árgangi sem hér fyrir, þannig að næsta haust verður 3. bekkur áfram og eftir það þá verður allt yngsta stigið komið á sama stað. List- og verkefnastofuna getum við byrjað að nýta eiginlega strax. Hitt þá rými sem við eigum bara inni með vorinu og getum nýtt okkur fyrir það starf sem hérna nú þegar. Mér sýnist þetta svona vera, þetta allavega ekkert of stórt, við nýtum allt pláss þegar þar kemur. Þarna eru, list- og verkefnastofunar eru fyrir myndmennt, textílmennt, heimilisfræði og hönnun og smíðar. En eins og ég sagði áðan, ég er svolítið tæknisinnar, mér langar að gera þetta svona kannski svolítið svo kallari snillismiðju sem svona aðeins meira en bara að pússa og saga út og þannig að geta höfð til fleiri. Fara þarna inn, taka þetta í notkun. En Það hefur verið þröngt í háskóla. Já, það bara þannig og við erum með teymiskennslu, árgangarnir eru saman og það eru minni kennslustofur nú þegar í Hörpuskólanum, það eru stærri í viðbyggingunni. Þannig ég á svona vona að það sé rýmra nemendurna þar. Nemendurna sem við erum að kenna í dag, við erum að þjálfaði fyrir framtíð sem við þekkjum ekki. Störfin eftir 15 ár, við vitum ekki einu sinni hver þau eru og þá þurfa nemendur að geta unnið vel saman og svona vera skapandi og það eru svona þættir sem ég held að virkist best í að vinna með teymiskennslu. En eins og ég segi, það bara til svo margar leiðir til þess. Ekki endilega setja alla inn í eitt rými og alla 50 nemendurnar í eitt rými og það ekkert endilega bara teymiskennsla sko. Við höfum, ég vona nýtt þetta rými sem við höfum, þessi nýju rými, auki líka möguleikana. List- og verkefnastofunar, þær muna auka möguleikana. Ekki bara til smiðjukennslu, þetta líka bara jafnvel til að nýta í hópunum. Ég bara lýsa ánægju minni með hvernig til hefur tekist þar sem af hausti og bara sérlega ánægju hvernig mér hefur tekist að aðlagast og það í rauninni skrifast kannski á fólki sem ég vinn með, nemendurna sem í skólanum og skólaumhverfið og bara eins og ég sagði áðan, þá held ég að ég megi vera virkilega stolt af því sem hér er og hvernig það hefur þróast.